Næstur Elías B. Gíslason frá Ferðamálastofu. Þú veist allt Vakan og ýmislegt fleira skemmtilegt sem þegar kemur að ferðamannastöðum og ert með helsti bandamaður í að bæta aðgengi þar. Gjörðu svo vel, Elías. Takk. Já, góðan daginn. Fundarstjóri, góði fundarmenn. Takk fyrir að bjóða okkur að koma hingað. Ég ætla að tala eins aðgengi að ferðamannastöðum, aðkomu ferðamálastofu og þetta það sem ég ætla að tala Ég ætlaði fyrst að tala aðkomu okkar að þessum málum, síðan framkvæmdasjóð ferðamannastaða sem að Bergþór Orri minntist hérna aðeins á. Síðan ætla ég að koma aðeins inn á Vakan, gæðakerfi og aðgengismálin þar. Við leggjum svolítið mikla áherslu þar á aðgengismálin. Og svo ætlaði ég að enda aðeins í svona ferðaþjónustu í tölum, erlendis og á Íslandi, tengist kannski ekki beint efninu hér í dag, en þó held ég að það nefnilega einu sinni svo að við erum öll ferðamenn, en okkur vantar kannski svolítið tölfræði þá einstaklinga sem að þurfa liðsinni á sínum ferðum. Þannig að ég ætla svona kalla jafnvel hér í salinn hvort að þið eruð með, það geti bent okkur á kannanir og tölur því tengdu. Nú, allavega að aðkoma ferðamálastofu, við hétum ferðamálaráð áður, það var ráðinn ferðamálastjóri, fyrsti ferðamálastjórinn og skrifstofan var opnuð 74, síðan 10 árum seinna, 85, þá fara menn að huga að þessum aðgengismálum á ferðamannastöðum, en á miðað við lýsinguna hér á undan að þá hefur kannski ekki óbúslega mikið ágengist, en þó, það hefur þó eitt og annað tekist til. 85 þá var sett á stað hönnun eða samkeppni hönnun og þjónustu fyrir ferðamenn og þá aðallega þessi salerni. Og þar var hugað að aðgengismálunum, en það var þó gert með samkomulagi við Öryrkjabandalagið, ekki skriflegu heldur bara munnlegu, það að þessi hús myndu ekki uppfylla ítrustu kröfur hvað varðar hjólastól aðgengi. Þessi hús, þið kannist örugglega við þau eru mjög víða, þetta eru þessi litlu grænu hús sem eru framleidd í Búðardal og hafa verið framleidd þar æði lengi. En í dag reyndar, menn eru ekki að setja þessi hús upp í dag eins og þau voru þá. Í dag eru þau sett upp þannig að það sé fullt aðgengi. Nú, árunum 95 til 2011 þá var ferðamálastofa, þá styrkti hún uppbyggingu á ferðamannasvæðum. Við fengum til þess ákveðið fjármagn alltaf á fjárlögum, það var mishátt og sem sagt á þessum árum 95 til 2011 þá styrktum við þarna 44 verkefni upp á 43 milljónir, það sem sérstaklega var verið að huga að aðgengismálum. Síðan 2006 að þá stöndum við ásamt eða komum við að samgönguráðinu, Öryrkjabandalaginu, samtökum ferðaþjónustunnar að ráðstefnu ferðaþjónustu fyrir alla sem haldið var á Hótel Sögu, þannig örugglega einhverjir hér inni sem voru á þeirri ráðstefnu og muni eftir henni. Síðan við vorum alltaf svolítið leitandi að einhvers konar viðmiðun og hönnun í sambandi við uppbyggingu á ferðamannastöðum. Og við unnum í samstarfi við ÖBÍ, Samtök ferðaþjónustu og ferðaþjónustu bænda og Ferðamálasamtök Íslands sem þá voru starfandi, að þá unnum við svona flokkunar viðmið fyrir aðgengi eða áningar og útivistarsvæðum á Íslandi. Vandamáli kannski var þarna að við settum þetta aðalega fram sem leiðbeinandi reglur, en það var enginn sem tók svæðin út með þessi viðmið í huga. Þannig að þetta var aðalega verið að setja þarna fram eitthvað leiðbeinandi og síðan
það sama ár að þá sem sagt, gerum við samstarfssamning bætt aðgengi við þessa sömu aðila og þá voru líka unnin drög að viðmiðum fyrir veitinga- og gististaði. Það er að segja að Öryrkjabandalagið, Samtök ferðaþjónustunnar og Ferðamálastofa. En þetta urðu aldrei neitt annað en drög. Þessu var ekki kannski hrint í framkvæmd vegna þess að þarna var, ef ég man rétt, að þarna var farið að ræða svolítið danskt kerfi, góð aðgang eða gott aðgengi og menn voru að byrja að horfa svolítið til hvað var verið að gerast í Danmörku. Þannig að þetta urðu aldrei neitt annað en bara drög. Nú síðan 2008 að þá veittum við Hörpu styrk sem að sér gott aðgengi. Við veittum henni styrk til að taka út ferðamannastaði með tillit til aðgengis og gerðum það aftur 2010 og síðan í framhald af því að þá voru menn voru að reyna að ýta undir það að þessir aðilar sem voru ábyrgir fyrir þessum stöðum og svæðum mundu þá sækja annars vegar til okkar styrki til að fara í framkvæmdir og eða annara aðila sem höfðu aðgang og veittu fjármuni. Nú síðan 2010 að þá kemur gott aðgengi til og þetta danska kerfi er tekið upp og fyrir aðgengi að þessum 7 mismunandi flokkum sem að þið þekkið hér inni. Og síðan 2014 að þá styðjum við Norma ráðgjöf að gera skýrslu og vinna umsókn til Norra, það er Norður-Atlantshafs samkomulag eða það er Ísland, Grænland og Færeyjar og að vinna leiðbeiningarrit aðgengismál að ferðamannastöðum og það í raun og veru stóð fyrst til að sækja styrk til að vinna samnorrænum staðli en það var eiginlega horfið frá þeirri hugmynd og ykkur er væntanlega kunnugt að það er ráðstefna núna í Þórshöfn í Færeyjum núna í maí þar sem er verið að kynna þessi mál frekar. Ég heldur reyndar að sé ekki, hafið þið séð auglýsingu þessa ráðstefnu? Nei, það er ekki búið auglýsingu, en það stendur allavega til. Nú síðan það sem að gerist 2011, þá er stofnaður framkvæmdastjóður ferðamannastaða og sjóðurinn er í vörslu Ferðamálastofu sem annast rekstur hans. Stjórnin er skipuð af ráðherra og þetta er það sem að sjóðurinn hefur til hliðsjónar þegar verið að úthluta. Það er að uppbyggingar viðhalds og verndunar mannvirkja á náttúru- og ferðamannastöðum sem er í eigu opinberra aðila eða á náttúruverndarsvæðum. Það er að framkvæmda sem varða öryggi ferðamanna og verndun náttúru- og ferðamannastöðum í eigu opinberra aðila jafnt sem einkaaðila. Og svo er það undirbúnings- og hönnunarvinna sem nauðsynlegar eru vegna framkvæmda sem talin upp í A- og B-lið. Upphaflega var gerð krafa það að aðilar kæmu með 50% framlag á móti. Það er búið að færa það núna niður í 20% og á þessum árum sem að sjóðurinn er búin að vera starfræktur, frá 2011, þá er búið að veita rúmlega 500 styrki upp á 2,9 milljarða og það er núna verið að úthluta núna 600 milljónum til viðbótar. Þannig að það er þá búið að veita núna 3,5 milljörðum til uppbyggingar á ferðamannastöðum á þessum frá 2011. Þannig að það hefur tekið stórfelldum framförum hvað menn eru að leggja til uppbyggingar á ferðamannastöðum en betur má ef duga skal. Ég held að við séum öll sammála því. Það er ekkert að velkjast í vafa það. Nú, hvernig sjóðurinn vinnur að umsóknirnar eru flokkaðar eftir matsblaði og það menn horfa þar á algilda hönnun eins og kom hér fram áðan. Aðgengismál eru þar sérstaklega tilgreind og þau geta vegið alveg frá 10 upp í 30% þegar að styrkúthlutun kemur.
Verkefni sem hafa haft sterka skírskotun til aðgengismála, þau hafa verið styrkt að sjóðnum, en það hefur kannski ekki verið auglýst alveg sérstaklega eftir verkefnum til þess eingöngu að auka aðgengi. En það er ekki þar með sagt að það verði ekki gert, en það er kannski stjórn sjóðsins sem þarf að taka ákvörðun það og ásamt og jafnvel þá bara í ráðuneytinu. En ef við komum síðan af vakanum, sem sagt gæðakerfi ferðaþjónustunnar sem að Ferðamálastofa heldur utanum, þar erum við, þetta er svona tvenns konar kerfi, það er að segja að við erum annars vegar að tala kerfi fyrir gistinguna og hins vegar fyrir allara aðra þjónustu en gistingu, og fyrir alla aðra þjónustu en gistingu að þar er eitt af viðmiðunum, það er sem að menn fá sem sagt stig fyrir, menn fá ákveðin stig, það er að fyrirtækið hafi verið tekið út og samþykkt á óháðum aðila, og þar tilgreinum við að það verði að vera viðurkenndur aðili að Öryrkjabandalagi Íslands vegna aðgengismála. Til dæmis fyrir hjólastólannotendur, göngu- og handskerta, sjónskerta, heyrnarskerta, einstaklinga með astma og ofnæmi, þroskahömlum og eða örðugleika. Síðan reyndar göngum við aðeins lengra í gistingunni, að þarna tekið dæmi bara úr, þetta er fyrir hótel og það eru rétt 300 atriði sem að þar er verið að skoða, og þarna fá menn töluvert háan stigafjölda, það er að segja fyrir aðgengismálin, og eins og þið sjáu þarna allir sem fyrir aðgengilegt fyrir hjólastólannotendur, að það eru 8 stig sem að menn fá fyrir það, og síðan það alveg þá niður í 2 stig, og við metum þetta eftir í raun og veru svolítið hver kostnaðurinn við þetta er, svona sem dæmi sem við tökum þar inn í. En það sem að hefur aftur á móti komið svolítið í ljós við þetta kerfið eftir að það kom á, og við höfum svolítið verið og einmitt ætla að spjalla núna á eftir við Öryrkjabandalagið, að við höfum verið, eða staðir hafa verið teknir út, gististaðir, og það er kannski eitt herbergi sem að fær stimpil að það sé aðgengilegt fyrir þá sem að þurfa að fara í hjólastól. En svo aftur á móti aðgengið af öðrum stöðum inn á viðkomandi gististað aftur á móti miklu bábornara, og þá veltir maður því fyrir sér, þessi staður í raun og veru aðgengilegur þeim sem að þurfa að vera eru bundin við hjólastól. Þannig að þetta er svona, þetta kerfi þetta að mörguleiti mjög gott, en það er eins og með margt annað sem að maður áttar sig á þegar maður orðin hálf 60 eins og ég, að við erum alltaf á eilífri vegferð. Við náum aldrei endapunkti, og ég held að þetta kerfi, jafn ágætt á það að þá þarf að þróa það áfram. Þannig að það sé nú bara sagt. Ég var svo barnalegur þegar þetta kerfi kom, að þá hélt ég að þetta myndi bjarga öllum okkar málum, en það er því miður ekki þannig, frekar en nokkuð annað kerfi. Varðandi markaðinn og framtíð aðgengismála, þetta er alveg klárlega markaður, það er að segja þeir sem að þurfa á einhvers konar liðsinni að halda, þetta er alveg klárlega markaður sem að skiptir ferðaþjónustuna máli. Skiptir kannski ekki alveg jafn miklu máli í dag þegar að við erum í svona gríðarlega örum vexti eins og að öllu jöfnu. En bara svona til nefna tölur, að þá ég fann könnun í Bandaríkjunum sem heitir Open Door Organization, og linkurinn á þessa könnun þarna niðri, og væntanlega verða þessar glærur aðgengilegar, það ekki, Bergur Þorri, öllum eða hvað? Ég held að það sé mjög mikilvægt að það verið svo. Já, þannig að þið getið að nálgast linkinn bara þar. En allavega að það voru 26 milljónir einstaklinga sem að áttu við einhvers konar hreyfihömlun að halda, eða etja réttar sagt, sem að ferðuðust í Bandaríkjunum og fóru í 73 milljónir ferða 2013 og 2014.
Og menn spurðu þessa eða gerðu hérna könnun og hver var upplifun þeirra af hvort með hindranir til dæmis í flugi. Og menn spurðu sem sagt 2005 og það eru bláu tölurnar og aftur 2014 að þá sjáið þið það að það voru 84% þeirra sem að ferðuðust sem að upplifðu miklar hindranir í flugi árið 2005. Þetta var komin inn í 72% 2014. Þetta eru töluvert háar tölur en þó það nú þarna aðeins að þokast í rétta átt. En á flugvöllunum, það kannski kom manni svolítið ávart að það eru 82% sem að upplifðu miklar hindranir á flugvöllum 2005 og 2014 að þá var það enn 65%. Ég verð að játa það að þessi tala kom mér virkilega óvart. Ég held að þessi tala sko væri lægri. En þetta var eins og ég segi, þetta var bara undir í Bandaríkjunum. Það veit ekki alveg sko hvernig það er, hver upplifun er til dæmis hér á landi, hvernig hún er hérna á flugvöllunum hér. Nú en síðan ætlaði ég aðeins að fara í svona tölumálin, ferðaþjónustu í tölum, erlendis og Íslandi. Þetta er tafla eða áætlun frá Alþjóða ferðamálaráðinu sem að heyrir undir Sameinuðu þjóðirnar að þá á síðasta ári eða þar síðasta ári, það er nú ekki komnar tölur fyrir síðasta ári en á þar síðasta ári að þá var heildar sko fjöldi ferðamanna í heiminum, hann var 1,2 milljarðar ferða. Og menn áætla það árið 2030 og þá verði þetta 1,8 milljarðar og þið sjáu það þarna að það Evrópa það svæði sem að flestir sækja heim og koma til með að sækja heim á komandi árum. Síðan það Asían og Kyrrahafslöndin sem að eru ansi sterk líka. Nú en hvað okkur varðar að þá komi hingað í fyrra rétt 1,8 milljónir ferðamanna og við gerum ráð fyrir því að þetta verði 2,2 milljónir í ár. En hins vegar vitum við ekki hversu stórt hlutfall af þessum ferðamönnum eiga við einhvers konar hreyfihömlun og eða fötlun að stríða. Það nú bara því miður, þá eigum við ekki þær tölur. Þarna sjáum við hvernig fjölgunin hjá okkur hefur verið á gestum eftir mánuði. Við höfum alltaf verið, núna á undanförnum árum höfum við verið að reyna að fjölga okkar gestum utan háannar og það hefur tekist. Við erum að sjá mikla aukningu í gestum sem að koma utan júní, júlí og ágúst sem við köllum sumarmánuðina. Mesta aukningin í raun og veru á vetrarmánuðinum. Og hérna sjáum við aftur bara svona hlutfallslega dreifingu eftir ástíðunum og þarna sjáum við að sumarið grái hlutinn að það að fara úr 2010 þá voru þetta rétt 50% okkar gesta sem voru að koma á þessum 3 mánuðum og þetta komið niður í 36%. En hvað ber framtíðin í skauti sér varðandi ferðaþjónustu hér á Íslandi? Það var nú mikil ráðstefna í gær á vegum Íslandsbanka þar sem að þeir voru að velta fyrir sér hlutunum og þeir spá á þessu ári að verði 30% fjölgun. Isavia horfir svolítið lengra fram í tíman. Isavia gerði áætlun fyrir allt til ársins 2040 og þá áætla þeir að bláa og gula súlan. Bláa súlan sem sagt bara ferðamenn sem að koma til landsins og þá gula væntanlega þá jafn stór af þeim sem að fara frá okkur. Að það verði árið 2040 verði það rétt rúmar 4 milljónir en að það fari Keflavíkurflugvöll 20 milljónir gesta. Þannig að þetta alveg gríðarleg fjölgun ef að afverður og þá áætla menn að það verði rétt tæplega 17.000 starfsmenn sem að starfi á Keflavíkurflugvelli og það verði stærsti vinnustaður á landinu. En síðan það aftur á móti og kannski spurning bara enn og aftur hlutfall þeirra sem að þurfa einhvers konar liðsinni á sínum ferðum, hversu hátt það verður hjá okkur.
Það er aftur á móti eitthvað sem við bara hreinlega vitum ekki, hvorki í dag né kannski hver áætlanir gera ráð fyrir. En þetta er nú það sem ég er með. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Elías. Það er rétt sem þú nefnir að við erum komin í gríðarlega ört og stækkandi umhverfi í ferðamannabransanum. Við getum bókað allt á netinu og hvaðina, en það eru árið 2005 held ég að verið 12 flugfélög sem flugu til landsins, en á þessu ári verða þau 26 og áfangastaðarnir sem við getum flogið til beint eru 45. Kannski bara eitt svona lokum varðandi Vakan, að hvernig gengur að fá fyrirtæki inn í þetta, og svo í annar stað þú segir að þetta er eitthvað sem er í stöðu endurskoðun og ég er sammála því, og ég rak í viðmiðunarkröfur samandi við hótel að það var einn liður sem heitir aðkoma nánast umhverfi, og það er í lið númer 8, merkt bílastæði fyrir fatlaðir við hótel, það gerir 1 stig. Aðstæða til að hraða rafmagnsfarartæki, það gefur hins vegar 3 stig. Þetta er þá vantarlega eitthvað sem mætti þá snúa við, eða ekki? Nei, af þeirri einföldu ástæðu að það er bæði þannig að bundið í lög að menn séu með stæði sem eru aðgengilega fötluðum, og þannig að það er í raun og veru kannski svolítið, að við horfum kannski svolítið á það sem fortíðina, það er að segja að þetta er eitthvað sem á að vera komið í höfn. Hins vegar erum við að ýta undir varðandi með rafmagnsbílana, að það er kannski svolítið framtíðin, og þess vegna það er ástæðan fyrir mismunandi stigafjölda, hvað það varðar. Takk fyrir þetta. Það gefur svolítið auðvitað. Það er auðvitað, eins og þú segir, fyrirliðurinn á bara að vera, hann er í lögum, og menn eru nú á einhverju villivegar ef þeir hafa það ekki. En ég vil bara þakka þér kærlega fyrir, það er margt að gerast í þessu, og bara takk, og ég bið að heilsa norður að sjálfsögðu. Já, þakka þér fyrir það. Takk. Takk.